Viggo, hver var svona ástæðan fyrir því að þú skiptir núna áramótin? Já, kom eiginlega svolítið brátt að. Leipzig fæ tilboð frá Erlangen núna í byrjun desember og fara viðræður og ég láti vita því og fara viðræður í gang á milli liðanna sem enda síðan með því að Leipzig samþykkir tilboð frá Erlangen og ég fer síðan og ræði við Erlangen og við náum saman þannig kemur þetta í raun nokkuð brátt en kemur að því bara kemur til vegna þess að Erlangen er erfiðri stöðu og verður að gera eitthvað til þess að vera snúa genginu við núna eftir áramót. Já, ekki svolítið áhætta fyrir því að fara í lið sem eru þessari stöðu, þeir eru mest næstir og það hlýtur að vera svona ákveðin áhætta fyrir því líka sjálfur. Já, þetta er auðvitað að vera mjög krefjandi og ekkert sjálfgefið að halda sætinu í deildinni en til þess eru þeir að sækja mig og alltaf styrkja liðin frekar til þess að halda liðinu uppi og mínum að þetta er allt of góð klúbbur til þess að vera að fara niður, þeir eru með allt til alls þannig ég vona bara að þetta gangi vel en auðvitað kannski út af við lítur þetta skringilega út, ég get alveg skilið það. En þetta er líka ákveðin áskorun í þessu falli? Já, ekki spurning og auðvitað fyrir mig var líka bara heillandi að liðið vildi gera allt sem gátt til þess að sækja mig þannig að ég hef enga trú á öðru en að við náum að snúa þessu gengi við. Þetta er lið sem hefur náttúrulega verið svona miðja deild og það er í kring þannig að það er svona hefð fyrir því að vera í betri stöðu? Já, og þeir eru búin að vera 10 ár núna í efstu deild og þekkja ekkert annað síðustu árin með eins og ég segi, með allt til alls, með fjárhagslega sterkir, með stóra höll og fullt áhorfendum og leikmannahópurinn er fínn þannig að mínum að þetta lið ekki verið í þessari stöðu þannig að bara vonandi eins og ég segi með tilkomu minni og möguleikar nýra leikmanna við náum að snúa þessu við.